Friggi, til líka með þetta. Takk fyrir það. Hvað skilar svona árangri? Já, náttúrulega kannski fyrst og fremst búið að vera þetta mikill dugnaður í þessum stelpum í vetur og svona við höfum verið að vinna í svona ýmsum þáttum þetta er náttúrulega ungt lið talsvert sko og það sá svolítið í fyrri hálfleik að við höfum ekki kannski spilað marga svona leiki gegn liði sem er náttúrulega búið að spila í deild fyrir ofan okkur, þannig að við vorum mjög svona ragar og mér fannst við bara að vera hálf hrættar, sérstaklega kannski að sækja á þær í fyrri hálfleik og gríðarlegur karakter. Ég man bara ekki eftir svona viðsnúningi í langan tíma allavega hjá mér að fylgjast með. Þannig ég er mjög sáttur og ánægður með framlag stúlknanna í dag. Var það eitthvað tíma sem þú hélst bara við náum þessu? Nei, ég hugsaði sjálfsög aldrei það kannski þannig. Þetta er konseptið hjá okkur þannig, við erum í deild fyrir neðan og við erum bara að vinna frá degi til dags í að vinna svona í grunnatriðum og grunngildum og eins og ég sagði á hann, við erum alltaf mikið af ungum leikmönnum, þannig að við erum að reyna að vera ekki með eitthvað svona shortcuts svona í að ná einhverju successi. Við erum að reyna að vinna í svona ákveðnum gildum eins og ég segi, þannig að maður er kannski svolítið bara upptekinn af því að einhverju leyti, þannig ég kannski var ekkert svo mikið að hugsa það þannig en mér langaði bara svo óbóðslega að sjá stelpurnar sína kannski sitt rétta andlit. Mér fannst þær ekki hafa gert það í fyrri hálfleik. Hverju svo sem að það myndi skila okkur, hvort sem það myndi ná að snúa leiknum þannig okkur í Haga myndum vinna, bara að við getum allavega sýnt sjálfum okkur fyrst og fremst að við getum spilað betur og mér fannst þær gera það alveg bara stórkostlega í seinni hálfleik, bæði vörn og sókn. Það var einn klassísk svona óska mótherji. Það er náttúrulega nokkuð ljóst að mótherjinn verður náttúrulega sterkur og þannig að maður spáir í sjálfu sér ekkert í það sko. Það er óneitt að vera gaman að spila kannski bara hér í Ljónagryfjunni en við tökum bara hverju því ævintýri sem kemur upp, engin spurning.